Góðan daginn og velkomin í þáttum minn Stjórnmáli með Bryndísi Haralds. Nú hef ég fengið til mín góðan gest, Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, svona formlegi titillinn, en svo svo sem ýmislegt annað þarna, varnarmálin og utanríkisviðskiptin. Velkomin. Takk. Gott að hafa þig. Sko ég hefði nú geta verið með mjög stóra bunga en hann nú all nokkur, engu að síður. Ég hef nefnilega stundu verið hérna með skýrslur til umræði í þessu þáttum mínum. Þær eru nokkra sem að þú hefur gefið út núna á þessu kjörtímabili og hvað, ég með 4 hérna. Þessi reyndar staðist hérna samstarfi Grænland. Heyrðu, en Guðlaug Þór, ég búin að ræða norðurslóðamáli nokkru sinnum í þessum þáttum hérna, þannig að eins mikinn áhuga og ég hef að þeim málaflokki og ég veit að þú hefur það líka, þá ætla ég nú kannski reyna svona að horfa á aðeins aðra þætti í hérna þínu starfi. Og það svo sem að mörgu að taka. Eigum að byrja kannski á utanríkisviðskiptunum, utanríkisviðskiptaráðherrann Guðlaugur Þór Þórðarson. Hvað ertu eiginlega búin að vera bardúsa í þeim efnum á þessum 5 árum? Já, sko, mér fannst utanríkisviðskiptin og finnst ennþá bæði, mann átti að segja á mikilvægi þeirra. Já, þó það þannig að 3/4 Íslendinga líta á það sem sko grunna okkar velferð. Já. En mér fannst eins og ekki vera alveg svona, hljóð og mynd fór ekki alveg saman. Hvað áttu við með því? Það sé bara við því að við þekkingin í þinginu og mikilvægi fríverslunar hefur ekki fundist vera svona í samræðum við mikilvægi þess og hvað þá umræðan. Sömulegis að þegar ég kom inn að þá fann maður fyrir því að til dæmis sú stofnun sem tengillinn á milli atvinnulífsins og stjórnkerfisins, Íslandsstofa, að menn voru ekki að nýta það tæki að vel eins og hægt væri. Okay. Og þar sem að hún leit, ef ekkert hefur verið gert þá hefði hún orðið að ríkisstofnun. Íslandsstofa þá? Já. Og ég fór þessna fram með frumvarp sem unni nánu samræðu við hagsmunaaðila því að það náttúrulega nauðsynlegt því að þetta í rauninni tæki þar sem að hið opinbera og atvinnulíf vera að vinna saman að auka verðmætasköpun og erlendri grundu undir forystu atvinnulífsins að það þarf náttúrulega að raungerast. Já. Og þessna fór ég fram með frumvarpið Íslandsstofu sem mætti mikilli mótstöðu á þeim tíma þó svo það var ekki áberandi, það var ekki tekið umræðan í þingsal en eins og var stjórnarandstaðan gerði hvað hún gat til að koma vekk fyrir að færa í gegn. En voru ekki hins vegar tilbúnar að ræða það opinberlega. En við náðum að koma þeirri breytingu í gegn sem gerði verkum að þetta varð ekki ríkisstofnun og núna tæki sem að ég lít svo á að sé orðið skilvirkara og það náttúrulega eitt lykillinn í því að allir aðilar, ekki bara hagsmunaaðilar, heldur líka Íslandsstofu utanríkisþjónustan sé að vinna náið og þétt saman. Þetta var svolítið þannig, Guðlaug Þóra, áður að við vorum með útflutningsráð hérna í gamla daga sem forveri Íslandsstofu einhverju leyti, en svo var utanríkisráðherra með inn í sendiráðunum hjá sér viðskiptafulltrúa. Já. Og það svolítið ennþá þannig, en það var einhvern veginn ekki eins og það væri nógu mikið samstarf þarna á milli. Já, hugsunin svo, og það bara að vera að þróa það, að viðskiptafulltrúarnir séu eiginlega viðskiptafulltrúar og séu þá í beinu sambandi við Íslandsstofu. Já. Og það sem ég sett og hef bara sagt við atvinnulífið, ég ekki að fara að setja viðskiptafulltrúan einstæðar nema þið viljið það. Þetta má ekki vera þannig. Þannig að það stýrist meinur meira kröfum atvinnulífsins heldur en áherslum ráðherra eða pólitíkunnar. Já, þarna pólitíkin, við seljum ekki eitt fisk, ekki einn álklump ef það eru til eitthvað sem heitir álklumpar, ég kann það ekkert eða listaverk eða hvað það við gerum það ekkert. Nei. Það eina sem við getum gert, en það skiptir líka máli að við gerum það, að við opnum dyr. Akkurat. Og þegar við erum að fara á þetta Íslandsstofu samstarf fleiri aðeins, það eru fleiri ráðherrar sem koma að þessu, nýsköpunar ráðherra og menntamálaráðherra svo einhver séu tekin og menningamálaráðherra. Og það hefur verið gert það sem ég veist vel þegar að fara í útflutningsstefnu, þegar við setjum útflutnings- og markaðsráð á laggirnar, að þá var stefnumótun út allt land. Þá bara fyrirtækin komu að og komu sínar áherslur og það gerir skoðun hvar viljið þið vera og það sem við vildum, hvar eigum við eyða kröftunum, því allir meðvitaður það, við erum pínulítil og þegar ég kom fram með skýrsluna sem nú ekki þarna saman út í velli
sem hugsun bara, það bara íslensku landsliðin okkar. Já. Ég veit ekki hvort þessi Alltaf eitthvað svona fótboltalíking þegar þú ert nærri. Já, ég það. Nei, mér finnst það bara svo gott dæmi. Já. Ég meina að það ertu með strákan okkur í stefnu og ég hef ekki hugmyndu hvort að þau séu vinir, sko, sem að spila þarna. Ekki hugmyndu það, sko. Það getur vel bara sé ekkert vel hvort annað. En það sem ég veit það og þeir ná árangri vegna þess að þegar þau eru saman á vellinum, þá vinna þau eins og bara einn aðili að settu marki og þess vegna náða árangri sem allir hafa tekið eftir. Og það sama á við hjá okkur. Við Íslendingar, við rífumst alltaf og mér dreymir ekkert að hætta því en það held ég að sé ágætt, sko. Og þetta bara eitthvað í genónum því að þarna þegar maður fer í Vestur-Evrópu, þarna ekki Vestur-Evrópu, þetta í Vesturheim, bæði í Kanada og Bandaríkjunum og heyri hvernig við Íslendingarnir vorum þegar við fórum þangað, þá skiptum okkur alltaf upp og þá var það trúarhópar, við erum alltaf að rífa, sko. Og það er bara einkenni okkar, en þegar við erum að keppa við að því við erum að keppa við aðra þjóðir, við erum ekki einu með hugmyndina bara, við ætlum að auka verðmætasköpun og eitthvað svona. Það eru allir í því. Allir í því. Þá segi, heyrðu, þegar við erum útivelli, þá skulum við vinna saman. Og, en það er ekki hægt að gera þetta, sko, ég get ekki farið hérna og opna bara sendiráð í Brasilíu með fullt af viðskiptafulltrúum og svo bara tekjum síman og hringt, heyrðu, hvernig hafið það, vil ekki koma inn til Brasilíu, þetta getur ekki gengið, þetta verður að fara í hina áttina, þetta verður að vera þannig, og þannig hefur verið gert að það var gert til dæmis að skoðanakönnun sem var mjög afdráttarlaus, hvar Íslandsstofa og utanríkisþjónustan ætti að forgangsraða og það eru bæði nærmarkaðir, þannig sem við þekkjum vel eins og Evrópa og Ameríka, sömulegis Kína og þarna ákveðna staðir í Asíu og þá vinna menn eftir því aftur og mjög mörgum stöðum, ég meina stundum eru hluti tiltölu einfaldir og Norðurlöndum þetta tiltölu einfalt en það samt margt sem við gerum til að aðstoða í samvinnu en til dæmis í Asíu og í færri löndum þá bara lykilatriði að vera með mann á staðnum sem að þekkir eitthvað til og pólitíkin bakkið upp. Já, þegar ég fór til Japan og ég var þar í nokkra dag og ég sagði ég bara að því að allir aðilar sem að vildu að ég var einhvers staðar á vettvangi þeir þarna fengu ég bara setti það inn í dagskrána mína sem að var auðvitað mjög gott en það eins og að gera það verkum að ég hafði 20 mínúna frítíma í Tókjó en það aukaðri þarna en sko að þar til dæmis voru flýtt viðskiptasamningum af því að menn vissu að ráðherra yrði á vettvangi því að þar lagt mikið upp úr því að þegar að vera skrifandi samningana að stjórnmálamenni séu það er bara hluti af þeirra menningar heiminnaru. Það er bara öðruvís en kannski hjá okkur. En sko, nú, ég var með forstjóra Íslandsstofu mitt hérna í þessum þætti, þar sem við fórum aðeins yfir þetta, bæði hvað hlutverk Íslandsstofu og svo hvernig hefur tekist að vinna með það og þau hafa náð töluverðum árangri á ekki lengri tíma en liðin síðan þessi lög voru samþykkt. Það sem að mér fannst líka mjög áhugavert að heyra hvað tölum við fjórðustöðuna þessar skapandi greinar og nýsköpun hvað það í rauninni ekki lengur bara eitthvað svona markmið þarna uppi heldur þetta raunverulega orðin stoð í atvinnulífinu og ég held að Íslandsstofa og það hvernig við byggjum þetta upp skiptir miklu máli í þeim efnum en aðeins varðandi nærsamfélag okkar hérna EES-samstarfið sem að nú grunnurinn af okkar utanríkisstefnu hefur líka verið grunnurinn að ályktunum sjálfstæðisflokksins þegar kemur að utanríkismálum, það annars vegar varnarhlutin með NATO og samstarfi Bandaríkin og svo EES-samningurinn. Hann hefur núna á síðustu árum fengið töluverða gagnrýni og ég veit ekki, ég var kannski ekki fann að fylgjast það mikið með utanríkismálum hérna fyrir einhverjum 10 árum síðan, ég man bara eftir rifrildunum með Evrópusambandi eða ekki Evrópusambandi. En allt í einu einhvern veginn upplýði ég það þannig þegar ég komin á þing og fór að vinna með þessi mál að fyrsta lagi að almenningur vissi bara ekkert hvað EES-samningurinn gekk út á og kannski mikið af því sem að við njótum sem þáttakendur og aðilar að þeim mikilvæga samning var eitthvað sem fólk taldi bara vera sjálfsagðan hlut. Ég veit að ráðuneyti hafði það svolítið sem markmið, ekki síst í tengslu við afmæli EES-samningsins svona aðeins að upplýsa meira samninginn. Hvernig finnst þér staðan vera í dag? Finnst þér fólk vera jákvætt gagnvart þessum samningi og finnst hann raunverulega skipta einhverju máli? Eða er umræðan kannski á villigötum? Já, sko, þegar ég kom inn að þá setti ég þessi markmið að styrkja hagsmunagæsluna í EES-samstarfinu og sumt af því sem kom upp tel ég vera vegna þess að við höfum ekki sinnt í eins vel eins og við gætum. Og núna til dæmis kom að því að þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu að þá tóku við niður ýmis af hagsmunagæslu tækjunum okkar. Það voru alltaf fulltrúar hvers ráðuneytis inni í Brussel og af hverju eru þar
vegna þess að þú að vakta það sem gerir sérstaklega á fyrstu stigum. Já, þá erum við bara eins og aðrir að bara hafa áhrif á gang mála og það er besti tíminn til að gera það sko. Þannig að við þurfum að vakta hvað er á leiðinni og hvernig getum við haft áhrif á það þegar það snýri beint að okkur en það er núna komið í lag og það var og það var fyririnnar í rauninni þessari skýrslu sem lagði það til og þetta er í miklu svona fastari skorðum. Mér finnst þess að bara gott að fá umræðu EES-samningin og ég kvarta ekkit undan því þegar fólk er að gagnrýna það því það bara fólk lætur hlutna varða sumt að ég sko auðvitað hann í grunna því ég er nú búin að fylgjast með þessu og var nú ungu sjálfstæðismann að berjast fyrir því þegar ríkisstjórn Davíðs Oddssonar keyrði þetta í gegn sem var náttúrulega gríðarlega umdeilt en sem betur fyrir var gert að þá hefur maður búin að fylgjast með umræðinni síðan og þeir sem alltaf grafi undan EES-samningum eru ESB-sinnarnir að þeir litu alltaf þannig á að ef við verðum ekki í EES að þá þurftu að fara í ESB, það er engin annað valkostu þegar maður skoða og það er meðalast tekið fram í þessari skýrslu, það er Sviss sem að endanum fór ekki inn. Akkurat. Þeir eru bara þiggjendur og hafa í rauninni engin áhrif og þeir þurfa bara að taka allt upp reglugerða umhverfið til þess að geta selt inn á þennan markað. Í grunni gengur út á það að við seljum inn á þennan markað og í grunni gengur út á það sem að bara það er fyrirtæki í Mosfellsbæ því ég veit að það er eitthvað sem að þú veist að snertir mig persónulega og þannig er einhverjum árangri og ætlar að flytja vörur út og þetta er nærmarkaðurinn okkar að það þarf ekkert að fara til flytja starfseminin síðan til Kaupmannahafnar eða Haga eða Dortmund eða eitthvað vegna þess að það eru sömu reglu hér og þar þeir eru að spila til sömu leikreglu þannig að því að áður fyrir var það auðvitað þannig að þegar þú náðir einhverjum árangri eða taldi ekki náða árangri þá þurftur að fara annað og þetta er auðvitað til hægðar hvað þetta varðar en síðan náttúrulega eru ákveðnir hlutir þarna bara sem okkur er sjálfsagt eins og bara Erasmus, ég held að sem 10% þjóðarinnar sem búin að fara í gegnum það dæmi og við þekkjum það nú, við tókum nú hérna 10.000 Íslinga heim, stór hluta þeirra á Spáni, þar hefur aðganga heilbrigðisþjónustu eins og værir sem við myndum aldrei ná tvíhliða samningum Nei, ef við værum ekki innan EES minnar. Algjörlega og mjög margt annað í þessu, ég meina í rannsókn og þróun, þar höfum við notið mikilla velgengni í þeim verkefnum. Já, við höfum bara unnið þar heima unna vel og það er bara fyrir hverja krónu sem settin hefur fengið 2 tilbaka. Við höfum verið að leggja áherslu á uppbyggingarsjóð EES og við erum að taka núna og það er bara á undanförnum 2-3 árum að þá erum við að vera virkari þáttakendur, þar eru við að greiða inn í þá sjóði og nú eru fleiri íslensk fyrirtæki taka þátt í því. Við erum með fulltrúa núna inn í sjónum sem líka setið þess að Íslendingar eru að vinna þar líka sem að skipti máli sem að því að þú þurft alltaf að vakta alla hluti og sömulegis að kynna möguleikanum fyrir íslenskum fyrirtækjum og en síðan náttúrulega komið nýtt inn í þetta sem er þetta, það er viðskiptasamningur við Bretland og þá sjáum við náttúrulega í því hvað það er svo mörg horn að líta hvað það varðar, við erum ekki ennþá alveg búin en klárum þetta á næstu vikum þar sem að þar sem að svona snýra að því sem við þurftum að gera en það eru líka mikið sóknarverði því en það verður næst mikilvægast viðskiptasamningurinn og við þurfum að sinna honum líka. Já. En það er samningur sem er á milli EES og og Bretland segir. Já, það er sem EES-ríkjana, svona í grunninn er þetta EES-ríkin, það er sem Ísland, Liechtenstein og Noregur. Og þetta er sameiginlegur samningur, þannig að við erum í rauninni með sameiginlega samning með þeim. Já, og síðan eru líka tvíhliða samningar. Þetta er mjög flókið og við til dæmis vorum fyrstir sem að gríða hagsmunum fyrir okkur og við gerðum það inn á fyrsta kjörtímabili, þessu östutta kjörtímabili. Það var eins og bara svona handvömm hérna heima að menn gátt ekki kláraði fyrir þær kosningar en strax eftir kosningarna var skrifað undir það eins og loftferðarsamningurinn sem skipta okkur alveg gríðarlegu máli sko. En síðan erum við að horfa á rannsóknir og þróun og við erum að horfa hérna á það sem snýra ungmönnum okkur og annað slíkt sem að og þetta er allt saman búin að vera að vinna lengi að og er í farvatninu en sko við höfum ekki jafn náin pólitísk samskipti við Bretland í áratugi og þarna og í þessu munu félagst tækifæri sem menn þurfa að nýta sér og þetta er alveg saman með EES að sko ok, þetta er tæki en ef þú nýtir þetta ekki þá nýtist þetta ekki Nei. En sko ég er ekki viss að allir sko sem eru ekki svona í þessum heimi og velta þessu fyrir sér átti sig á sko þessu apparati hérna í Brussel og hérna út vegna þess að ég starfaði nú áður við rannsókn og þróun og aðstoða fyrirtæki við að fá styrki hérna þá þekkti ég það eins en hafði tækifæri til að fara þarna
ég myndi í boði Evrópusambandsins að kynna mér báknið í Brussel. Sko hagsmunagæslan sem að við þurfum að stunda og eigum að stunda, hún væri samt sem áður ekkert minni þó við værum innan ESB. Hún væri miklu meiri. Akkurat, og það bara að, að sjá öll þessi sendiráðna og alla starfsmenn, það eru allir í þessari hagsmunagæslu. Já, sko, ef við værum inni, við erum að taka núna eitthvað 14% af reglugerðunum eða þarna öllu heila dæminu frá Evrópusambandinu, ef við tækjum 100%. Já. Þú getur rétt ímyndaði hvað, nú höfum við aðgangað minni við 600 vinnuhópum út af EES. Ég held að það sé 2400 ef við værum inn í Evrópusambandinu. Og við erum í mannréttindaráðinu, við erum í NATO, við erum í Sameinuðu þjóðunum og við erum að gera okkur mjög gildandi, Norðurskautsmálin og ég geti þróunarsamvinnu og hvað þetta er allt saman. Og ef við ætlum að vera í Evrópusambandinu, við þurfum örugglega, sko, þú veist, að fjölga í starfsmönnum hvað mikið, bara til þess að gæta hagsmunum okkar í málum sem er okkur mjög viðkvæm, sko. Já. Og þannig að fólk gleymir þessu, þetta er alveg nóg fyrir okkur þegar kemur að þessum þætti og við verðum alltaf vera vakandi þar, gangin í Evrópusambandið. Fólk er ekkert að átta sig á því hvað það þýðir í hagsmunagæslunni, sko. Akkurat. En sko, talandum þessa starfshópa, því að ég held að fólk átti sig heldur ekki alveg á því, sko, hvað við höfum aðgengi að mikilli vinnu algjörlega á frumstigu. Og þá hefur það ekkert með að segja hvort að við séum innan Evrópusambandsins eða ekki. Ef að við höfum hér sérfræðing kunnáttu á einhverju sviði, þá höfum við aðgengi að þessum hópum og getum fylgt þeirri vinnu eftir, sem er þá alltaf grunnurinn að þeirri löggjöf sem framkemur hjá Evrópusambandinu. Algjörlega, og við getum sendt hvert sem er í vinnuhópin. Já. Og þarna skiptir rosalega miklu máli, en þetta er ekkit verkefni bara utanríkisþjónustunnar. Nei, akkurat. Því að það verður hvert ráðuneyti að vera mjög vakandi á þessu sviði og kalla til þá þekkingu ef hún er ekki innan ráðuneytisins, af því að það er hægt að senda hverja sem er á þessa fundi, að því gefna þessi fulltrúi íslenska stjórnvalda, og þarna situr bara fólk. Oft er þetta bara sérfræðingar út í bæ, sko, ekki endilega ráðuneytisstarfsmenn. Já, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig er gert í hverju ráðuneyti fyrir sig, það sem ég veit er bara þetta, að við verðum að vakta þetta. Og þess vegna lagði ég áherslu á það. Og þó svo og það er alltaf gegnum gangandi rauðþráður í öllu sem geri, það er bara hagræði og sparnaður. Svolítið þekktu fyrir það. Já, ég menn þetta eru peningar almennings. Já. En síðan það er líka sparnaður í því, bæði sannarlega fjárhagslega og líka pólitískur, að vinna það sem hún verður að gera. Og í þessu tilfelli að þá lagði ég það til eftir að vinnuhópur kom með útfærsla á því að öll ráðuneytin væri á vettvangi því að það margborgar sig fyrir okkur. En það að vera á vettvangi í nóg, menn þurfa að vera vakandi yfir þessu og fylgja því eftir. Já, og fylgja því eftir. Og það er það sem menn kannski áttar sig ekki á í stjórnmálunum, að þetta er bara eins og í rekstri, allir sem eru í rekstri og mér finnst í rauninni allir sem að fara í stjórnmál ættu að hafa reynslu af rekstri því að þú er bara svo gott að því að ef þú ert ekki vakandi og alla daga yfir rekstrinum, nú þá lendur í vandræðum. Það er engin á árangri í rekstri með því að fylgjast ekki með rekstrinum. Það er bara yfir aldrei skeð. Og það er alveg sama með þegar við erum með Ísland stjórnarráðið. Þú verður alltaf að vera vakandi. Og leið og heldur að þú ert búin að ná svo góðum árangri að þú getur bara slaka á, þá ertu í vondumálum. En sko núna er þetta örugglega harðasti og erfiðasti skilnaður heimssögunar, það er að segja Bretland að ganga út úr Evrópusambandinu. Og maður er búin að finna það í öll þessi ár hvað er svona, mikil reiði. Og mér finnst þetta mjög áberandi öllum fundum sem ég hef sótt, sko, hvað mikil reiði þarna við Bretana og sárindi einhvern veginn. Og svo þegar við í utanríkismálanefnd fórum nú heimsóttum Bretana til að reyna að átta okkur á því hver staðan var, þá voru þeir bara ennþá eins og þeir voru stattir í rifrildi, sko, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Manni fannst einhvern veginn eins og það hefði ekkert gerst. En nú loksins hefur þó eitthvað gerst og þeir eru komnir út og það er komin þessi samningur. En hvernig sérðu fyrir þér, sko, þurfum við að vera með eitthvað í líkingu við hagsmunagæslunni í Brussel í rauninni þá í London, eða hvernig heldur að þetta muni fungera? Já, það er það sem og við erum núna að halda sem við höfum aldrei gert í minni tíð, sérstaklega aukafund í EFTA sem er hérna á Íslandi núna í júlí. Okay. Ég er að taka við formennsku núna 1. júlí. Það sem við erum að fara yfir meðal annars þessi mál og þessi breytta skipan fyrir EFTA og okkar ríki varandi fríðurslán og slíkt til að breyta þar út í þetta er mikil breyting. Og það sem ef sagan verður skrifuð, þá verður skrifuð einhvern veginn svona mörg stærstu ríki Evrópu sem vildir ekkert fá Bretan inn í Evrópusambandið og gerðu þeim erfitt fyrir og þeir gerðu þeim svo sannarlega ekki auðvelt fyrir þeim með voru í Evrópusambandinu
og þegar þeir vildu ganga út að þá meðvita og ómeta hjálpuðu þeim öflum sem vildu ganga út og svo þegar þeir fóru að semja við þá reyndur að halda það með slangt frá Evrópusambandinu eins og hægt er. Það sem getur komið gott út úr sér það sem er mikilvægt fyrir Evrópu ef við tölum þennan heimsluta að Bretar ef þeir ná þeim markmiðum sínum sem þeir eru að vinna mjög ötulega að gera viðskiptasamninga út allan heim og tengjast öðrum svæðum þarna betur. Það er bara gott fyrir alla í Evrópu af því Evrópa hefur, ef við tölum heimsálfuna þegar hún verið sterkust þegar hún er opin og það eru straumar og stefnur allstaðar sem eru þarna sko mallandi inn í Evrópu og það er bara eins og við Íslendingar að sko munum okkur og þessum löndum sem við tala átt Evrópulöndin að við séum náttúrulega sitjum við hérna í Ameríku allavega landfræðilega sko munum okkur líka því að við erum í Atlantshafinu og til dæmis bara til að setja í eitthvað samhengi að það eru fleiri flugferðir frá Íslandi til Norður-Ameríku heldur í öllu Norðurlöndunum samanlagt á góðum tíma fyrir COVID. Já, fyrir COVID. Ég er örugglega eftir COVID líka sko, en þarna, eða meðan COVID var, og við erum með miklu, bara landfræðilega okkur gera það verkum að við þurfum að hafa líka miklu meiri samskipti vestur og síðan ef við ætlum að halda upp lífskjörunum, að þá þurfum við líka að selja vörur og þjónustu til þeirra heimsluta sem er núna í hvað örustum vexti. En sko samningurinn þarna, það verður að gæta hagsmun okkar þar og nýta sóknarfærin því ef við nýtum ekki sóknarfærin nú þá verða þau ekki nýtt og þetta er svona nýja og býtu Bretland er mjög stór markaður fyrir okkur, hefur alltaf verið bæði fyrir fiskinn en líka fyrir alls konar önnur viðskipti, þjónustu viðskipti þú rættir hérna flugumferðarsamningin ég meina líka bara listar og menningu skapandi greinar. Sko við erum náttúrulega með þarna, þetta er næst mikilvægasti útflutningsmarkaður okkar eftir Bandaríkjunum og hefur náttúrulega verið þar ekki áratugi heldur árhundruð í rauninni ef við tökum þetta allt saman. Fiskurinn, ferðamennir, þó nokkuð mikið að fólk hefur farið í nám þarna. Við höfum lagt áherslu á það að vinna með þeim í rannsóknum og nýsköpun og við skrifum undir og mér er vitalega ein þjóða undir svona sameiginlega framtíðarsýn landana, við kallað Vision Paper sem hefur nýst okkur vel. Í því sem hefur verið að vinna þar sem klára þessa samninga sannarlega öryggis- og varnarmálunum, umhverfismálunum þarna og þeir fylgjast alltaf grannt með því hvað er að gerast á norðurslóðum líka. Þannig að sko það er alveg, við eigum alveg ofsalega margt sameilt með þeim og síðan eru þetta náttúrulega menningartengslin augljós, ég menna ég veit ekki hvort það séu margar þjóðir í heiminum sem eiga þar sem nokkurn veginn hver einast íslingur á brest lið sem uppáhaldslið og það allt saman sko en og við erum erum við þannig að því sem bestu við algengustu staðirnir sem fljúum á er ennþá London númer 1 í það minnsta í Evrópu og síðan kemur Kaupmannahöfn og þannig að við verðum að gæta hagsmuna okkur þar og nýta sóknarfærin og það er auðvitað ekkert leyndarmál að samskiptin bresk stjórnvöld hafa verið mjög góð og ég hef lagt mikla áherslu á það, þau voru mjög lítil þegar ég kom inn í ráðuneytið, þau voru mjög lítil við Bandaríkin þegar ég kom inn í ráðuneytið, eiginlega bara enginn á pólitíska sviðinu. Þetta er allt gjörbreyst sem er mjög mikilvægt því að við verðum að halda góðu samskiptum og sambandi við þessar vinaþjóðir okkar, koma í veg fyrir deilur ef það er eitthvað slíkt sem er í uppsiglingu en aðalega nýta sóknarfæri. Já. En nú hefur þetta samt verið mjög sérstakur tími í COVID en ég verð að viðurkenna það kom mér eiginlega óvart hvað þessar COVID-hamfarir lokuðu mikið löndunum. Hvað ríki voru fljót að grípa til sko lokana og hugsa fyrst og fremst sig. Þegar maður hélt kannski að Evrópusambandi einhverja hjarta, einhverjar samvinnu og talaði Evrópu sem eitthvað Evrópuhjarta og landamærin væri nú ekki stóra máli og svona að þá er það nú samt, þetta byrjaði kannski með Trump í Bandaríkjunum að loka fyrir flugumferð til Bandaríkjana en svo tekur danski forsætisráðherrann upp á því og hvað eftir annað sko þá lokast þessi landamæri. Kom það þér kannski ekkert óvart hvernig brugðist var við á fyrstu stigum? Ég held í rauninni sko
það er náttúrulega mjög mikil vandi í Evrópusambandið sem kannski raungerðist þarna og þeir til dæmis Þeir voru bara ekki eins góði vinir og þeir vilja láta vera. Sko, mín skoðun er þessi að þegar þú afgreiðir sko alla gagnrýni sem bara eitthvað svo hræðilega að það megi ekki ræðana sem hefur verið og þarna einhvern veginn að þá það er bara annarkvort með mér eða á móti og ég er náttúrulega haft miklu lengri reynslu heldur en bara sem utanríkisráðherra þegar ég tók mjög þátt í alþjóðapólitíkinni sérstaklega þegar ég var í unglega hreyfingun líka hef alltaf gert það og það er alveg bara, það hefur ekki verið mikil svona þolinmæði gagnvart því að benda á eitthvað sem að er miður að fara sko. Það er annarkvort þetta með okkur eða móti og ég held að það hefur verið og ég held að það hefur verið mjög óskynsamleg nálgun og ég veit ekki hvort það komir á óvart að þetta þróaði svona í Evrópu. Það sem að eina sem að olli mér vonbrigðum og er ekkert leyndarmál og við þurfum að vinna úr að það er þegar kemur á Norðurlöndunum. Já. Að það var pínu vesen í himnaríki því almennt gengur það samstarf mjög vel og samstarf okkar frá því ég byrjaði á milli Norðurlandana á sviði utanríkismála hefur aukist alveg gríðarlega og það er mjög náið og þarna samskipti á milli mín og kollega minna á Norðurlöndunum og þó svo hafa verið mannabreitingar á leiðinni ég er nú sá sem hefur verið lengst núna í embætti þar að þá hefur það alltaf verið þannig að menn hafa það hefur verið gott samstarf og menn hægt áherslu á það og það að Norðurlöndi skildi ekki geta í það minnsta sko tala sér saman áður en að það farið í hluti. Það var alveg ljóst að það eru og það verður allir að hugsa sjálfan sig og það er alveg ljóst að menn er ekkert alveg sammála og allt í góðu með það. En að það að menn skildi ekki sko ræða hlutina að láta vita hvað er í bíkir og annað slíkt að það eru svolítið sár meðal fólksins, við finnum alltaf minnst fyrir því, við vorum ekki, tókum ekki þátt í en það er ekkert leyndamál að þetta hafði slæm áhrif meðal almennings þarna í þessum hjá vinaþjóðum okkar. Ég meina ég hjó eftir því þegar við vorum hér með Norðurlandaráðsfund sem var náttúrulega haldinn í hérna svona vídeóheimum einhverjum og það voru forsætisráðherrarnir líklega sem sátu fyrir svörum og voru meðal annars spurðir það hvort við værum ekki að fara að koma á sko frjálsu flæði fólks innan Norðurlandana í miðju COVID. Og það kom mér á óvart að mér fannst sko hérna Katrín svaraði þessu játandi að það væri eðlilegt að við myndum ræða þetta en það kom mér á óvart hvað hinnir forsætisráðherrarnir voru almennt á bremsunni. Ég hjó nú sérstaklega eftir henni finnsku hvað hver afstæða hennar var sko skýr að mikil hræðsla þetta að taka upp einhver sameiginleg bólusetningarvottorð eða leyfa frjálst flæði milli Norðurlandana og ég verð að viðurkenna að það kom mér á óvart og maður er svona aðeins fundið fyrir því síðan að svona þetta mikla og góða samstarf kannski, það lenti aðeins á vegg þarna á tímabili. Já, steitt á skeri, það er bara líkur alveg fyrir. Ég lagði það áherslu að því og höfum það líka á hreinu að það sem við gerðum með þeim var alveg stórkostlegt og þá er ég að vísa til þarna þegar vorum og við Íslingar, ég meina utanríkisþjónustan, borgaraþjónustan var að koma öllum Íslingunum heim sem gerði náttúrulega algjöru metraða, gekk alveg ótrúlega vel og við fengum afskaplega jákvæð viðbrögð. Íslendingar fengu spurningar sem voru bara hvort þeir væru ráðherrar eða forseti eitthvað slíkt því að það var að fá við nálgumst að þannig ég held að við getum fullt að enginn fengi og góða þjónustu eins og Íslendingar í því erfiða verkefni. Akkurat. Þar unnu Norðurlöndin eins og einn maður. Já. Það voru 1-2 atvik sem kom upp sem að voru óheppileg þarna allavega það sem okkur sneri við vorum bara öll saman í þessu alveg stórkostlegt samstarf og bara alveg svo við viljum sjá það og ég lagði síðan alltaf áherslu á það þó svo það væri mismunandi stefnur hjá viðkomandi löndum að við myndum allavega að búa okkur til skapalón hvernig við myndum vinna saman í opnun og öðru slíku en það komu þarna upp hlutir sem gerði það verkum að það kom svolítið sandur í tannhjólin og við erum svo sem ennþá að ræða þetta og ég er nú bara haldið sömu línu alveg frá því ég ræddi þetta fyrst af því að mistökin eru til þess að læra þeim stóra málið þetta náttúrulega gekk allt saman mjög vel en það voru þarna hlutir sem að ég vona að við sjáum ekki aftur og þá náttúrulega best er að gera þá
ræða það bara hreinskilnislega og gera ráðstöfun til þess að svo verði ekki, því að auðvitað, og ég er ekki að segja sko, ef að þjóðir bara telja við verðum að loka af einhverjum ástæðum, gott og vel, ekkert mál, þá er það bara þannig, en vera þá búin að láta vita því, ræða það, líka þá fara að ræða það hvernig getum við þá leyst úr þeim vandar sem kemur upp og hvernig ætlum við að opna í framtíðinni sem augljóslega var og verður gert sko. Akkurat. Og að því að Norðurlandasamstarfið, og það er svo ánægilegt að sjá líka hvað er mikill stuðningur við í öllum löndunum, það gengur alveg ótrúlega vel. Og þó svo við séum ekkert eins og þessar þjóðir og þjóðirnar er ekkert eins, að þá þegar því meira sem að fyrir heiminn þá sjáum við það að við hefum mjög margt sameiginlegt og það er ofsalegu styrkur fyrir okkur að vinna saman og til dæmis einskíslan sem náttúrulega ekki með þarna sem er Bjarnason report. Ég ætla einmitt að fá tækifæri til að koma aðeins inn á hana því að Björn Bjarnason var einmitt hjá mér í þessum þætti og við fórum aðeins yfir þá skýrslu. Og það er kannski sko, þar liggja ákveðin tækifæri fyrir aukinn samstarf Norðurlandana þegar kemur að svona öryggismálum og sérstaklega í tengslum við norðurskauti. Björn Bjarnason sagði það líka við mig að það hafi verið ákveðin lukka að það starfa farið á stað fyrir COVID. Já, og það sem ég lagði áherslu á, að því að í hvers skipti sem ég teka með formennsku einhvers staðar, að þá er ekki bara til þess að vera heldur til þess að ná árangri og ég hef alltaf verið með mjög skilgreind markmið að því verkefni sem við tekið, ekki síst sem í stólinn sem utanríkisráðherra, að ná einhverjum árangri sem eftir er tekið og eftir stendur. Og í því tímabili þegar ég tók við, að ég fórust í Norðurlandasamstarfinu, að þá vildi ég taka Stoltenberg-skýrsluna og fara yfir hana og það voru allar alþjóðastofnanir í öllu löndunum sem fóru yfir það og mátu það hvað gekk vel og hvað var ekki klárað og hvaða lærdóm getur dregið þessu og síðan með hitt og það var ekkit auðvelt af því að það er, jafnveg þó að menn svo í orði hvernu séu samanlega, það var snúið að það er alveg hægt að segja frá því núna að klára það verkefni að fara í næstu í rauninni Stoltenberg-skýrsluna og það að ég hafi náð því í gegn að fá Björn Bjarnason til að stýra þessu er viðurkenning á tvennu, annars vegar það að þau treyst okkur og þarna því að þetta er ekkit það er alls ekki þannig að menn telji það fullkomlega sjálfsagt að smá þjóðir, að því að við erum nú fámið þjóð geti tekið þessi stórverkefni og síðan sömulegis og það var meðal annars út af skýrslunni sem hann skrifaði að þá höfðum við traust á honum sem einstaklingi en það er alveg ótrúlega flókið að ná saman einstaklingu og reynda var að þannig að þetta náðist nú bara á 11. stundu þegar við bara þurftum að klára þetta annars færi þetta í vaskin og en skýrslan er nokkuð sem er núna unnið eftir í öllu samstarfinu og Dani tóku við á okkur, fóru strax í það að kortleggja það hvað er verið að gera, hvort að það sé eitthvað sem að fari á, hvort það sé verið að sinna einhverju sem hvort er í skýrslunni og síðan líka hitta bara leggja upp hvernig framkvæmum það sem erum í skýrslunni og þetta er gríðarlega mikilvægt og það sem ég tek úr þessu að það er auka skilninguna því og nú erum við að tala þetta þjóður sem miklu stærri en við en það er allir sem eru að átta sig á því að við náttúrulega þó sem við séum til náttúrulega stór efnaðarslega að þá erum við náttúrulega öll saman sára fá með við þessar þjóðir sem að og ég tala ekki þessi svæði sem við erum að eiga við og mjög sérstaklega þú fyrir fjær að þá líta menn bara Norðurlöndi sem eitt sko akkurat, bara, við erum sterkari saman þannig og það er þarna ég meina við skils mér að við séum heppin að í kínversku er til orð yfir Ísland sko. Já, þú meinar. Ekki bara Norðurlöndin. Nei, það er bara heppni fyrir Ísland, það er einhver, ég held að það sé Bing Dao, en hvernig kann ekki segja frá því, en að því að þeir eru náttúrulega, sko, það er ekki eins og Kínverjar gegnum þeirra sögu hafa verið hugsað mikið Norðurlöndin í Íslandi gegnum tíðina, en það er sóknarfæri því, en fyrir okkur, til dæmis á þessum, ég meina, hvort sem að það er í Indlandi eða Kína eða Japan eða bara Bandaríkjónum hvar sem er í heiminum að það er svo miklu sterkara fyrir okkur að vinna saman af því það er tiltölulega einfalt fyrir okkur að vinna saman við raunin því fær sem fyrir því er auðveldar að vinna saman og ég með til þess að okkar nánustu kannski samstarfsþjóðir með svipuð hagsmuni eru eins og Norðmenn og Færeyjar
það fiskur, þannig að við erum alltaf að rífast við þá fisk og það mun ekkert breytast. En bara þetta finnst mér að vera eitthvað sem að menn eru að bara svona almenn vitund menn sjá náttúrulega það sem er kannski augljóst og það er við sem miklu nær okkur í Berlín. Þar byggðu þarna Norðurlöndin saman bara á einu stað, já, það sem að öll sendiráðin sameiginlegan sal og annað slíkt svo móttökustað. Það samstarf hefur gengið alveg einstaklega vel og það er enginn sem ekkert Norðurlönd sem tapar á þessu. Við bara högnumst öll á því. En þetta gerist ekki nema menn vinni skipulega að þessu. Akkurat. Og þannig eru svo sannarlega tækifæri. Guðlaugur Þór, við gætum haldið hérna áfram í allan dag því að málaflokkarnir sem að þú ferð yfir eru auðvitað stórir og miklir og eins og ég segi skýrslurnar gætu alveg náð hingað upp. En ég held við verðum að láta þessu lokið að sinni. Við verðum þá bara að ræða aftur saman aðra þætti í þessu samstarfi og eins og ég segi norðurskautsmálin norðurslóðamálin eru mitt sérstaka áhugaefni og ég veit að við munum þurfa að halda áfram að ræða þann málaflokk. Ég enda bara, svo að það sé alveg sagt, svo að það glemist ekki, enda stóðstuðin alltaf einstaklega vel, þú veist að veita forystu sem er ekki auðvelt, alls ekki á þessum tímum, þegar þú stýrðir þingmannanefndinu nýja norðurslóðastefnu. Takk fyrir þessi hrós í loki. Já, þú mátt bara hafa mikla þakki fyrir það, því þú gerði það bara alveg einstaklega vel. Takk fyrir það, kærlega. Heyrðu, en við ætlum að láta samtalinu okkar loki, kæra þakkir fyrir komuna, Guðlaugur Þór. Takk fyrir að fylgjast með. Ég ætla að vera hérna aftur að viku liðinni þá með Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að ræða málaflokka hennar. Takk fyrir í bili.